Komið sæl og blessuð, kæru jarðarmerki, steingeit, naut og meyja. Þessi lestur verður svona frekar óhefbundinn. Ég er bara að sinna einhverju knýjandi þörf hérna, að setjast niður og með að fylla tunglið, brosir inn gluggann hjá mér. Og spilin sem ég nota í kvöld varða svona heilunarferlið ykkar, skulum við segja. Og ég veit í raun og veru ekkert hvernig lestur þetta verður. Kemur bara í ljós. Því setjast bara niður einhvers staðar í rólegheitum og hlustu á horfið og vonandi eitthvað hér sem höfðar til ykkar. Við byrjum á því að fá hérna 3 dýr. Eitt forsögulegt og það er froskur, dreki og vespa eða geitungur eins og við myndum kannski kalla hann. Já, ég minntist á hérna í upphafi að þetta væri heilunarlestur. Ég fæ hérna strax til mín að mörg ykkar eru að bera neikvæða orku sem þið verðið kannski ekstra mikið vör við þessa dagana. Hvort sem að það er veturinn sem minnir ykkur á það neikvæða í ykkar lífi. Ef þið vill koma jólana eða einhver erfið samskipti sem að kalla á þessa neikvæðni. Það er verið að minna ykkur á að alveg eins og margir taka til og gera hreint fyrir jólin, þá er gott fyrir ykkur að hreinsa svolítið til í sálarkitrunni og losa ykkur við tilfinningabagga sem eru að íþyngja ykkur þessa dagana. Ef til vill er þetta eitthvað sem er búið að íþyngja ykkur lengi og þetta getur líka verið eitthvað sem að þið eru búin að reyna að vinna úr en hefur ekki tekist ennþá. Þá eru skilaboðin hér einfaldlega að gefast ekki upp á því. Heilun getur tekið langan tíma. Mörg ykkar eru ef til vill búin að gleyma styrknum sem þið hafið innra með ykkur. Þið hafið ef til vill þurft að nýta þennan styrk til að komast af. Einhver ykkar eru búin að vera á hnefanum til að komast í gegnum lífið eða erfiðleika lífsins. Þannig hafið seinna komist að því að þið eru í raun og veru búin að vera að nota varaforðan af styrknum ykkar og eru komin langt með hann og mörg ykkar eru þreytt og lúin. Og við það gefast upp og finnst lífið ósanngjarnt
óréttlátt. Styrkurinn býr vissulega innra með ykkur. Þið þurfið bara að gefa ykkur tækifæri til að finna hann enn á ný. Eitt af því sem að eyðir kröftunum ykkar og dregur ykkur niður, það eru neikvæðar tilfinningar eins og reiði og afbrýðisemi, hefnigirni fyrir mörg ykkar. Það er oft erfiðara að fyrirgefa heldur en að blindast af heift og það gildir í þessu tilviki að fara erfiðu leiðina. Það kveikja á reykelsinu ykkar. Ég vona að þið sjáu spilin vel, takið áhrifin inn af myndunum. Hér er verið að tala enn og aftur að sleppa því sem er að íþyngja ykkur, sleppa gamlum hugmyndum og leyfa nýrri grósku að koma inn, setja það í forgang. Ef þið vill, ertu búin að þjást nóg, þú ert búin að bera nógu lengi á einhverjum erfiðum bagga, bera nógu lengi erfiða bagga. Nú er komin tími til að breyta, hreinsa út. Það er ný dögun að fara að rísa og ég sé sólina fyrir ykkur, handan við sjóndeildarhringinn á leiðinni upp og alveg eins og sólin rís, þá er kominn tími fyrir ykkur að rísa. Rísa upp og opna fyrir annarri orku en þeirri sem er búin að vera að draga ykkur niður. Skilaboðin hérna eru: slepptu, þú þarft ekki lengur að vera stríðsmaðurinn. Talandi það sem ég var að segja áðan með að fara á hnefanum og berjast. Slepptu, slakað á, leyfðu almættinu og jákvæðum tilfinningum að komast að í lífinu og hjálpa þér í gegnum erfiða tíma og erfiða tilfinningar. Síðan eru hérna skilaboð það að þú ert örugg eða öruggur hvar sem þú ert, þó að þú sjáir það ekki alltaf eða teljir þig ekki finna fyrir því. Þínir verndarenglar, leiðbeinendur, þeir sem vinna með og fyrir almættið og fyrir þig, þeir munu sjá til þess að þú ert öruggur þar sem þú ert og þeir hafa leitt þig þangað sem að þú ert í dag. Það getur hreinlega verið að þeir hafi leitt þig að þessu vídeói, þessu myndbandi, til að aðeins að skerpa á því að þú leyfir sjálfum þér að anda
og losa erfiða bagga. Reyndu að finna fyrir innri styrknum þínum og andaðu rólega, hleyptu jákvæðri orku inn og það mun ljúkast upp fyrir þér hver næstu skref þín eiga að vera. Þó að þér finnist leiðin ekki greið í augnablikinu, þá er bara verið að benda þér á að gefa því smá tíma. Ok. Við höldum áfram hérna. Erfiðu tilfinningarnar sem ég talaði um áðan, afbrýðisemi og reiði. Þær eiga engan þátt í lífið þínu lengur. Þær gera ekkert fyrir þig. Þær eru ekki leiðin sem að þú þarft að fara. Þannig að losaðu takið, slepptu þeim og láttu þær fara. Það er eitthvað að gerast fyrir utan þennan venjulega tilfinningaramma sem að þú pakkar þér svolítið inn í. Það er eitthvað nýtt að gerast og það er verið að ráðleggja þér að stíga út fyrir hann, að brjóta hann hreinlega og taka á móti nýju jákvæðu og þroskandi ferli sem þú ert að fara inn í. Lausnirnar koma til þín leið og þú ert búin að kveðja fortíðina og kveðja það sem er að hrjá þig hugarfarslega. Þetta eru ákveðnir hlekkir sem að, svona hugarfarshlekkir sem eru búin að halda þig föstum eða fastri og þetta jákvæða nýja sem er að koma inn, vertu vakandi fyrir því. Það gæti komið í formi manneskju, það gæti komið í formi einhvers konar tilfinningalegrar uppljómunar. Það gæti verið að það kvikni skyndilega á einhverju brilljant hugmynd sem að er bara eins og hún sé frá einhverju guðlegri vitund. Skulum halda áfram. Ég tók skyndilega eftir því að þessi 3 spil hérna byrja öll á stafinum sé. Ekki það að það þýðir neitt sérstakt, en þetta svona greip augað þegar ég horfði hérna yfir. Það er sem sagt sköpun, ruglingur og já, eitthvað sem að nær loka takmarki. Já, þetta var nú bara svona smá útúrdúr.
sjáum hérna hvaða uppljómuðu meistara þið fáið hérna til ráðleggingar. Já. Það er náttúran og frjósemin í náttúrunni, frjósemi náttúrunar, móður jörð. Græni maðurinn sem er keltneskur guð. Skulum sjá hvað hann hefur að segja. Þú ert búin að vera innan dyra of lengi og það er komin tími til að losa þig úr streitu umhverfinu sem þú ert búin að vera í. Taktu þér og gefðu þér tíma til að taka þér pásu og fara út í ferska loftið. Í vetrarveðrinu okkar þarf bara að klæða sig vel. Þú þarft ekki endilega að fara með neinum. Taktu þér göngutúr, einn eða ein. Leyfðu náttúrunni að fylla þig af heilunar krafti sínum. Og þú munt koma tilbaka fullur af nýjum hugmyndum og nýju sjónarhorni. Þetta er eiginlega bara svolítið að tæma hugan og leyfa náttúrunni bara að fylla sig af inspirasjón. Mörg ykkar tengist náttúrunni örugglega sterkum böndum og kannski komið tími til aftur að rifja upp einhver gömul tengsl sem kannski eru farin að dofna og minnka þetta alltaf svona þegar að fer að vetra. En svo er það guð hérna sem heitir Babaji. Hann er bara að minna á jóga sem góða leið til að ná slökun, til að ná heilun og til að ná að hreinsa hugan. Margar tegundir eru til af jóga. Og ef það er eitthvað sem heillar ykkur, endilega finnið eitthvað sem hentar ykkur vel. Þið getið líka gert teygjuæfingar eða öndunaræfingar heima. Og það er ábyggilega hægt að finna á netinu ýmsar góðar jógaæfingar ef það hentar ykkur. En sagan þennan ágæta jóga, hann var kallaður hinn ódauðlegi avatar eða hinn ódauðlegi meistari. Og hann lærði sem sagt að komast í gegnum eða komast yfir allar líkamlegar heftingar. Allt það sem að líkaminn sett honum skorður að gera. Og sumir trúa því að hann hafi risið upp með líkamanum sínum. Og margir segja að hann birtist fólki í líkama. Og það var hann sem að hvatti Yogananda til að kenna jóga á Vesturlöndum. Stendur hér. Ok. Svo er það skógarguðinn Pan. Og þið voru búin að fá hérna náttúruspilið og spil sem að
stendur fyrir sköpun og þá það frjósemi sem að hann stendur fyrir. Þetta mjög frjósamur og góður tími fyrir ykkur, bæði fyrir ný verkefni og eins fyrir nýtt líf. Allar dyr eru opnar þér akkurat núna, hugur þinn er opinn með margar nýjar hugmyndir og margt gott flæðir til þín. Þú þarft að sýna ferlinu þolinmæði. Það ekkert að flýta plöntum að gróa. Það að segja að það ekkert að toga þér áfram. Það verða að fá sín tíma og sitt ferli. Það á líka við allar hugmyndir og allt sem kemur til þín. Hugsaðu bara vel sjálfa þig á meðan og verkefnið þín, svo þú sért sterk eða sterkur og frjósamur. Og aftur verið að minna á styrkinn. Í þessu spili eru góða fréttir varðandi allt sem viðkemur frjósemi eins og börnum. Og það að minna þig á að sleppa áhyggjum, kvíða og sektarkennd og reyna að njóta lífsins. Nú góður tími til að byrja á nýjum verkefnum. Svo aðeins guðinn Pan, hann grískur náttúruguð sem felldi hug til gyðju sem var kölluð Sýrings. Og hann elti hana niður ána, en hún vildi ekki þýðast hann. Og vinkonur hennar hjálpuðu henni með því að breyta Pan í einhvers konar tré eða runna. Og meðan að hann kallaði á hjálp, þá bjó þessi runni til fallega músík. Svo seinna þegar að Pan umbreyttist aftur í sjálfan sig, bjó hann til flautu úr runnunum sem í dag kölluð panpipe, á ensku eða panflauta. Ok, þannig var nú sú saga. Við erum ekki alveg hætt. Aðeins að ná hérna í spil sem að tala svolítið hvort og hvað þarf að heila, græða, hvort það sé einhver gömul sár í ykkar lífi sem þarf að huga að. Við skulum sjá hvað kemur. Þið fáið uppljómun, himnaríki á jörðu og náð. Þetta ferli sem ég er búin að vera að tala hérna á undan mun skila ykkur bara þessari vellíðan. Uppljómun og almennri vellíðan, og þið munuð komast að því að himnaríki á jörðu eða himnaríki hægt að öðlast á jörðu með því að
tengjast guðdóminum, hleypa jákvæðri orku inn í líf sitt, tengjast náttúrunni, hugsa vel sjálfan sig, losa sig við bagga fortíðar og tengja sínum innri styrk. Þetta svolítið stór pakki og eflaust hægt að nota ýmsar leiðir til þess. En fallegra getur það varla verið útkoman. Ok, ég stokka hérna og stokka. Skulum við segja þetta gott. Allsnögtir flæða inn í líf þitt. Sjáu þið skógarguðinn. Þetta er náttúran. Trúðu á töfra og einhver samsvörun hérna á milli og uppgötva sannleikann, standa í ljósi sannleikans. Minn sannleikur þarf ekki að vera þinn sannleikur. Finndu sannleikann sem að fyrir þér hljómar og treystu og trúðu að það er ýmislegt til í þessum heimi annað en það sem að skilningavitin okkar 5 geta þreifað á. Og svo er það bara velgengnin og allsnægtirnar sem flæða hérna inn og sem koma með þakklæti. Með því að vera þakklátur fyrir það sem maður hefur, með því að opna á aðstoð og heilun frá okkar vendurum, okkar englum. Og þegar að ég í þessum lesturum mínum, það er kannski ágætt að koma þess inn á það, þegar ég tala leiðbeinendur, engla, verndara, almætti, þá tengi ég það ekki við nein trúarbrögð. Það er í ykkur í sjálfsvald sett að tengja það við einhver trúarbrögð sem að þið aðhyllist, en í minni veröld eru trúarbrögð algjörlega aðskilin þessum hlutum eins og ég talaði þá. Og í raun og veru sköpuð af manninum. En allt í lagi. Ég sagði að þetta yrði svolítið öðruvísi lestur. Og svo sannarlega er þetta búið að vera það. Loka spilin okkar hér. Ok. Opnum okkur fyrir fegurðinni, vörumst blekkingar. Ef eitthvað hljómar ekki fyrir okkur, ef að við fáum einhvers konar aðvörunar tilfinningu eða líður illa við að hlusta eða horfa á eitthvað, þá skulum við gera okkur sjálfum bara þann greiða að losa okkur út úr því, eða ef að umhverfi fer illa í okkur og við kvíðum fyrir ákveðnum aðstæðum. Svo er okkur bent á hérna að horfa á hlutina
í hærra samhengi frá hærri sjónarhóli, skulum við segja, heldur en við erum kannski vön. Að sjá heildarmyndina á því sem að ef til vill er búið að gerast í okkar lífi eða stöðunni sem við erum í. Hvað er búið að gerast? Hvers vegna erum við stödd þar sem við erum stödd? Hvernig líður okkur með það? Hvað erum við búin að gera til að reyna að breyta stöðunni ef það er það sem við viljum? Hvað erum við búin að gera til að halda stöðunni óbreyttri? Er eitthvað sem við þurfum að breyta og losa okkur við, eins og kom svo sterklega hérna í upphafi? Og hvaða lærdóm getum við dregið af því sem að við erum búin að vera að fást við? Það er kannski svolítið stór spurning hérna. Það er sterk tenging við náttúruna í þessari lögn, enda eru þið jarðarmerki og tengist náttúrunni sterkum böndum. Og ég ætla að láta þetta vera loka orðin á fulla tunglinu í kvöld. Óska ykkur alls hins besta, ljós og kærleikur.